Þessi þáttur í boði fasteignir.is, mest heimsótti fasteignavefur landsins. Góðan daginn og verið velkomin í Þak yfir höfuðið. Gestur minn í dag Ásgeir Jónsson, doktor í hagfræði og seðlabankastjóri. Ásgeir var skipaður seðlabankastjóri í júlí 2019. Við ætlum að ræða aðeins stýrivexti, tilgang þeirra og hvaða áhrif þeir hafa á fasteignamarkaðinn. Þannig að við byrjum bara á byrjunin. Hvað eru stýrivextir og hver svona tilgangurinn með þeim? Stýrivextir bankans eru einhverju leyti svona vextir sem Seðlabanki setur í viðskipti við þannig bankana, sem þá í rauninni grunnvextir í kerfinu. Það svona vextir á lausafé. Okay. Og með því að þá setjum við rauninni vaxtastig í landinu til skemmri tíma. Og hvernig svona, ég sem fasteignasali, þetta kannski snerti mig mest með fasteignalán, en hvernig myndir segja að hvernig eru notað til að stýra fasteignamarkaðinum? Já, sko, þeir eru notað til þess að minnka eftirspurn eða auka eftirspurn. Af því að ef það of margir sem vilja kaupa fasteignir eins og hefur undanfarið, að þá bara hækkar verðið og fólk að yfirbjóða oss fram í, þannig þá erum við að hækka vextina til þess að róa markaðinn niður. Tryggja það að þessi svona eitthvað jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Þetta er náttúrulega mjög erfitt núna því að eins og við núverandi aðstöðum það er bara framboð skortur. Þetta er erfitt fyrir okkur að beita vöxtum á það. En við erum ekki að nota stýrivexti bara á fasteignamarkaðinn. Þetta er náttúrulega sem vöxtum beitt og allt hagkerfið, má segja eitthvað. Ok, eins og hvaða fleiri svona? Já, sko, stýrivexti náttúrulega hafa áhrif á bara almennt séð lántökur. Það er að eiga að hafa áhrif á lántöku fyrirtækja og líka lántöku fólks til þess að kaupa eitthvað annað, neyslulán eða eitthvað álíka. Þannig að hærri vextir eiga að auka sparnað í hagkerfinu, þannig að fólk bara eyði minna og leggja meira til hliðar. Já, talandi sparnað. Ég skoðaði debitkortareikningin minn hjá bankanum mínum í dag og ég sá að útlánavextir eru 11,5% og innlánsvextir eru 0,05% á þessum reikningi sem náttúrulega ekki sparnaðarreikningur. Og ég í fyrsta lagi velti fyrir mér, er þetta eðlilegur vaxtamunur? Því að síðast þegar ég skoðaði þetta, þá voru stýrivextirnir lægri og þá voru útlánavextirnir 8,5%. Þannig að innlánsvextirnir virðast ekki fylgja því. Þannig að ég velti fyrir mér, getið þið skikkað bankana til að fylgja stýrivöxtunum að einhverju leyti? Varðandi innlán? Nei, það er erfitt fyrir okkur að gera það. Sko. Við bjóðum þeim og eins og stýrivextir virkja, bankarnir geta lagt inn peninga inn í Seðlabankann og við erum þá að greiða þessi stýrivexti okkar til þeirra. Og það á bæði að miðlast yfir í útlánavexti og innlánavexti. Svo það er rétt, það er alveg eðlilegt að fólk spyrir sér að hækka bara útlánavextir og ekki innlánavextir. Já, manni finnst svona munurinn vera ansi hressilegur. Já, og þá getur fólk reynda velt fyrir sér öðrum formum af sparnaði eins og peningamarkaðssjóðum eitthvað álíka. Það sem út ekki með innlánatryggingu en bara vexti. En þetta er alveg rétt, ég skil alveg mjög vel af hverju fólk velta þessi fyrir sér, en við getum ekki skikkað bankann til þess. Nei. En hvaða þættir skipta helst máli þegar stýrivextir eru hækkaðir og lækkaðir? Það sem við horfum aðalega á er náttúrulega verðbólga. Af því að Seðlabanki gefur út peninga, við gefum út gjaldmiðil. Og ef þú skoðar íslenska peningaseðil, þá sérðu að íslenski Seðlabankastjórinn, hann skrifar á seðilinn. Þannig ég er að fara búinn að skrifa á seðla sem kom ekkert nýjumverð. Sem þýðir einhverju til það að Seðlabankinn ábyrgist virði þessara seðla. Og í gamla daga var það þannig að það var svona gulltrygging, þú gast komið seðilinn og ekki bara gull á móti, en núna reynum við að tryggja seðilinn, tryggja virði peninga, bara með að tryggja það að þeir verkefnir haldist og það sé ekki verðbólga. En eigið gull, ef ég vil skipta á? Já, við eigum gull, en við erum ekki að fara, við eigum að afhenda þessan gull fyrir peningaseðlana, og þannig að ég með það hlutverk, Alþingi ákvað það að
Seðlabankinn ætti að viðhalda 2,5% verðbólgu. Það var það sem var í áskiljanlegt og ég sem seðlabankastjóri þá bara fekk þetta hlutverk frá Alþingi samkvæmt lögum að gera þetta. Og þannig að ég á að tryggja virði seðlanna sem seðlabankastjóri og að verðbólga sé ekki éta þá og það felur í sér til þess að verkalýðsfélög geti samið við atvinnurekendur laun sem að það sé nokkuð öruggur kaupmáttur. Já. Og þannig við erum að náttúrulega vinna í þessu og þess vegna erum við ekki endilega bara fókusur á fasteignamarkaðinn, það bara eitt þáttur af mörgum og það má alveg fara rök fyrir því að sko má velta fyrir sig hvaða afskipti ætti Seðlabankinn að hafa raunin að fasteignaverði, það sé. Það kannski helst þannig að við viljum koma í veg fyrir það að fólk sé að taka á mikla fjárhagslega áhættu þegar það að kaupa eignir. Og við erum búin að setja þó það sem við köllum lánþegaskilyrði, svona ákveðin viðmið varðandi skuldsetningu, ákveðin viðmið varðandi greiðslubyrði, bankarnir mikið lána fólki með meira, með greiðslubyrði sem meira heldur en 35% af tekjum. Og það bara til þess að rauninni reyna að tryggja öryggi á markaðnum. Og en þetta eitthvað lítið vandaverk og allir gera þetta. Það stundum við sagt að peningapólitík sé meira list heldur en vísindi. Og þannig að og við náttúrulega erum með lítið opið kerfi, íslenska myntkerfi er dálítið lítið, þannig við verðum að vera mjög fókusur á hvað við getum gert og hvað við getum ekki gert. En það sem er líka sérstakt við íslensku verðbólguna er það að fasteignaverð náttúrulega kemur fyrir í vísitölu neysluverðs, bara með beinum hætti. Já, en það er einmitt það sem að ég líka velti fyrir mig, sko, hvernig svona venjulegt fólk á að geta gert langtíma áætlanir þegar kemur að því að kaupa fasteign og hvernig lána og taka. Því að ég náttúrulega man hvernig þetta var eftir hrun. Já. Og ef ég man það rétt, þá fóru stýrivextir hægst upp í 18%. Já. Og ég velti fyrir mig, sko, þessi hávaxta stefna. Hvaða hagsmuni er verið að verja þegar stýrivextir eru orðnir 18% og venjulegt fólk gat bara ekki einu sinni ímynda sér að það færi nokkuð tíðan þetta hátt og svo eru kannski aðrir þættir eins og það kemur stríð í Úkraínu eða olíuverð hækkar og allt í einu hækkar stýrivexti. Þannig ég er svona veltaði fyrir mér hversu oft fundið á ári og hvernig á ég sem neytandi að geta að hugsa, ok, ég ætla að binda vextina í 5 ár og þetta er pínu svona eins og lottó. Já, ég að veðja rétt? Það eru rétt, sko, bara fyrsta lagi, sko, að ástæðan fyrir því okkur vexti fóru svona hátt eftir hrunið var það að það var að vera að verja gengi krónur. Það er Seðlabankinn átti einhvern gjaldeyrisforða. Þannig að þessi vextir áttu að halda peningum í landinu og halda upp í gengi krónur. Og þannig að vaxtastefnan var rekin bara með gjaldeyrismarkaðinn að leiðarljósi. Já. Við erum ekki að gera það lengur. Núna erum við með gjaldeyrisforða, við erum með einhverja 900 milljarða, 800-900 milljarða sem við erum með Seðlabankanum og við beitum forðanum til þess að halda stöðugleika á genginu. Og við gerum það þegar farsóttin var. Já. Og bara ferðarþjónustan bara hvarf bara á einni nóttu og allir gjaldeyrinn sem hún kom með. Að þá lækkuðu vexti til þess að því að hagkerfið var að fara í samdrátt og þá kom atvinnuleysi, þessu örvakerfið en samtímis komum við inn á gjaldeyrismarkaðinn. Þess að við reyna að halda krónunni uppi, halda henni stöðugri. Við heldum eitthvað kringum seldum gjaldeyri fyrir eitthvað kringum 200 milljarða til þess að halda stöðugleika á gjaldeyrismarkaðinn. Og þannig að sko peningastefnan er eitthvað leyti velferðarstefna til þess að reyna að halda stöðugleika. Og það er það sem hún segir sem að það er að markmið mitt. Já. Að fólk hafi fyrirsjónleika. Að fólk sko geti gert áætlun fram í tímann með allt mögulegt. Bara spurningu hvað er þetta að gera og hvað er ekkert að gera. Eins og stöðugleika varðandi atvinnu. Það er líka það sem við erum að tryggja. Það er eitt af því sem við ætlum að ná fram með stöðugleika í verðbólgu, stöðugleika í atvinnu þannig að reyna að mýkja niðursveiflu eins og við gerðum í gegnum COVID að lækka vexti, örva fjárfestingu, örva neyslu til þess að reyna að tryggja það að fólk er ekki sagt upp. Saman tíma verður líka að reyna að koma í veg fyrir það að sé verið þá
ofþenslu á vinnumarkaði eins og að skapast núna. Við náttúrulega viljum líka reyna að halda genginu stöðugu. Þannig fólk geti verið semlega öryggt með það. Við viljum líka geta haldið verðbólgu stöðugri, þannig þú vitir hvað það gera og fasteignalánin líka það einhver lítið markmið fyrir okkur líka að fólk geti náð meiri stöðugleika. Og það sem gerðist núna hefur gert þessi 2 árum að það komin þessi nafnvaxtalán með breytilegum vöxtum meðlands sem ég tel að séu mikið framför frá þessum verðtryggðu lán. Og þú sér það núna sem dæmi, núna töluverð verðbólga núna sem búin að vera gangi í gegn. Margt af því eitthvað sem við ráðum ekki við, kemur utan, en þeir sem hafa verið með óverðtryggð lán að þeir hafa ekki tekið á sig þessi verðbólgu sem dæmi. En þetta eitthvað sem þarf að vinna áfram. Ég að vona það að við náum að vinna stefnuna þannig að fólk geti fengið fasta vexti til langstíma. Núna þetta vexti til 3-5 ára og fólk geti fest vexti. Mér finnst rauninni að fólk ætti að festa vexti meira. Það sem skapar ákveðið öryggi. Það sem alltaf valið og ákveðið að taka hana breytilega vexti. Þannig að, svona orðað þannig að, svo ég svarið svo að markmið Seðlabankans eða markmið mitt í rauninni að reyna að skapa stöðugleika. Að svo miklu leyti sem við getum gert það því að þrátt fyrir allt erum við afskaplega lítið land og verðum að bregðast við. Og ég lít alltaf á þannig að við séum að standa okkur þegar það ekki talað okkur. Já. Og það aldrei, þú veist, þegar seðlabankastjóri eins og ég maður býst aldrei við henni hrósi, það aldrei sagt takk. Maður skammaður ef fólk ekki sátt, skilur við. Og þannig að ég alltaf á sáttu með gjaldeyrismarkaðinn. Ef fólk ekki að tala óstöðuleikum gjaldeyrismarkaði, þá veit ég það að okkur hefur að takast að tryggja stöðugleika þar. En við bara, þessi krafta sem eru núna að vinna mót okkur á fasteignamarkaði, við ráðum bara ekki almennilega við þá, eins og bara það að það bara skuli ekki vera eignir, að það skuli ekki vera byggt, það skuli ekki vera eignir á sölu. Saman tíma fjölgar fólki það gerist nú sjálfkrafanlega og störfum fjölgar, að þá kemur ungt fólk inn á vinnumarkaðinn, erlend verkafólk kemur inn í landið, það þarf að búa einhvers staðar og það er svona, við getum ekki alveg barast móti því, ekki ölluleyti. Við gætum bara að loka markanum alveg, við höfum vald til þess. Að loka fasteignamarkanum? Já. Hvernig, segð mér meira frá því? Nei, við gætum bara hækka vexti voða átt eða bara sagt heyrðu, nú bara veðsetning yfir 50% bönnuð, nú skulum við bara hækka þarna greiðslubyrðarhlutfallið. Þannig við gætum gert fasteignaviðskipti eiginlega mjög möguleg. Þannig þið raun og En það kannski engin lausn, Nei. Ef þú skilir hvað við. Já. Því markaðurinn, hann verður þráttur alltaf verið til staðar og fólk verður að geta keypt og selt, Já, fólk skilur og það deyr og giftir sig þannig að það er vont og stoppa framþróun. Já, ég meina alls konar, og þannig að ég meina þegar allt kemur frá alls að það er frambúð sem er það sem ræður mest á þessum markaði. Fasteign.is, mest heimsótti fasteignavefur landsins. En sem sagt aftur að þessum stöðugleika að sem sagt samkvæmt því sem ég sá hjá ykkur að þá eru með 6 fundi áætlað þessu ári þar sem farið yfir stýrivaxtabreytingar eða ekki. Hefur einhvern komið upp og svo get ég gengið að vísu að þetta séu skotheldar dagsetningar, til dæmis ef ég að fara að endurfjármagna lán þá sé ég þið ætli hittast næst 20. júní, en það er best kannski að klára þetta áður en það byrjar. Eða kemur einhvern upp svo aðstæða að þið bara, það kemur eitthvað bara það mikið neyðarástand að þið skellið inn óvæntum fundi? Það er þannig við bara reynum að funda nokkuð á þessum tímum, funda þetta reglulega. Til þess að skapa þennan fyrirsjáanleika. Frá því að ég tók við þá héldum við aukafundi þegar farsóttin skall á. Álitum að það væri alveg fordómalaus viðburður. Þannig við héldum aukafundi þá. En við höfum ekki haldið aukafundi þannig ekki til þess að ákveða vexti. Þannig að ég held að ég með segja að fólk geti gert nokkurn ráð fyrir því að við höldum þessa. Og það er sjálfsögur ekkert neyðarástand núna þó verðbólga sé há. Verðbólga í Íslandi ekki í takti við önnur lönd.
Hún enda hærri í mörgum öðrum löndum og þannig að það ekkert neyðarástand per se, sko. Þannig ég held að þeim alveg treysta þessari fundadagskrá, sko. Okay. En bara aftur Seðlabankann, hversu sjálfstæður raunverulega Seðlabankinn og bara, það sem ég alltaf fyrir mig, sko, einhver sem getur bannað ykkur, ríkisstjórnin eða sem getur slegið á puttana og okkur sagt, þetta ekki alveg virkað sem að gera, ég vil að þið breyti plani? Nei, við eigum að vera alveg sjálfstæð. Seðlabankinn ekki á fjólum, per se. Við prentum peninga, líðum á því. Ég Seðlabankastjóri, ég skipaður í 5 ár. Á þessum 5 ára tíma má ekki segja mig fyrir verkum. En hægt að reka þig? Á að vera hægt að reka þig á 5 árum? Nei, sko, það nú annað, sko. Ríkisstjórnin geti tekið þá ákvörðun að framlengja ekki við mig eftir 5 ár. Það má framlengja við mig 2 ár, þannig ég sitji 10 ár. Okay. Þannig að það geti alveg gerst ef ríkisstjórnin eru mjög ósátt við það sem við varum að gera, eða við mig, að þau myndum bara ekki framlengja við mig, sko. En náttúrulega Seðlabankastjórar hafa verið reknir og það var það gert með því að breyta lögum. Þannig þá þarf Alþingi að samþykkja? Já, það þarf Alþingi að samþykkja og Seðlabanki situr í rauninni í umboði Alþingis, ekki þarna framkvæmdarvaldsins. Það að segja Alþingi það að prenta peninga, það fullveldisvald sem aðeins Alþingi fer með. En þú getur ekki látið stjórnmálamenn prenta peninga, það myndi ekki enda vel. Nei. Þannig að þeir framselja þetta vald til Seðlabankans með ákveðnum skilyrðum sem eru þó það að, eins og ég segja, ég fæ 5 ár. Á þessum tíma má ekki grípa fram við hendurnar á mér eða því fólki sem er að vinna með mér. Ég er ekki einn í Seðlabankanum, það eru ákvarðanir teknar náttúrulega af nefndum, svo peningastefnunefnd, það er ekki, ég tek ekki ákvarðanir sjálfur allar, sko. En sjálfstæði Seðlabanka talið skiptir mjög miklu máli. Til þess að bara tryggja það að það sé farið eftir reglum, að það sé gagnsæi það sem er að vera að gera. En Seðlabankastjórar hafa verið reknir á Íslandi með breyttu lögum. Þannig að eins og ég bara sjálfur persónulega, þegar ég fór í þetta starf, sko, þú getur ekki búist því að vera vinsæll, sko. Þú getur vel búist því að pólitíkin fara og leggist gegn þér og líka alls konar hagsmunaaðilar. Þannig að við erum hérna alveg í milli hagsmunaaðila og þarna hagsmunaaðilar bara verkalýðsfélögin í landinu, bara bankarnir, bara sem dæmi, atvinnurekendur, ýmisleg hagsmunafélög og þannig að það getur enginn orðið í þarna Seðlabankastjóri nema að vera alveg svona fullkomlega æðrulaus gagnvart því, sko, að starfið er ekki öruggt. Þú verður að vera sjálfum þig trúr og reyna að gera það sem að þú telur rétt, það sem ég reyni að gera sjálfur. En við eigum Seðlabankinn á að vera sjálfstæður og gera það sem er rétt og þess vegna erum við með þessar nefndir sem taka ákvarðanir. Það á alltaf að vera opin umræða hvað er gert. Og já, þannig þetta sem við eigum að gera, en síðan náttúrulega en síðan svo fara með svona þykkan skráp, sko. Það þýðir ekki fyrir mig að svara því sem er sagt Seðlabankann opinberlega. Nei. Jafnvel þó að ég telji það sé verið að fara með rangt mál. Jafnvel þó ég telji að, eins og oft gerist, að fólk sé ósvíðið, sko, þar að segja það verið að segja eitthvað hluti fyrir 2 árum en segja eitthvað allt annað núna sem dæmi, stjórnmálamenn. Þá bara verður maður bara að þola það. Já. En ég hins vegar, sko, svo ég haldi áfram með það, ég sjálfur, og það er orðið ákveðin breyting á því hvernig hérna Seðlabankar starfa. Það var þannig að Seðlabankastjórar voru svona menn í svona tegundum jakkafötum sem að gáðu ekki færa á sér og bara sátu inn í bankmannum sínum og gerðu hluti og
og töldu sig ekki þurfa að útskýra neitt, töldu sig heldur ekki þurfa að verja neitt og það bara væri ekki málið og það alveg gerbreytt. Núna lagt svo mikil áherslu á gagnsæi og reyna að skýra út fyrir fólki hvað við erum að gera og það orðið bara núna sjónarmið, það er mismunandi á milli seðlabanka. Og ég hef tekið þann kost sjálfur að vera með opinskár þegar ég að tala. Að segja bara hlutin eins og þeir eru. Og ég tel það að annars lendir maður svo gjarnan í því að það verið að í rauninni kenna manni það er einhver hagsmunaaðili sem gerir eitthvað og eins og nefnum sem dæmi, það er einhver skipulagið yfirvöld bæjarfélög sem ákveða framboð fasteignum skilur sem dæmi og þau ákveða það er úr lítið, þá hækkar fasteignaverð og þá bara strax að kenna okkur Seðlabankanum. Það eru verkefælisfélög sem að hækka launin alltaf mikið, þá kemur verðbólga, strax að kenna okkur sko. Eða eitthvað annað sem er í gangi, eða þó það er ríkisstjórn sem rekur eyðir alltaf miklu peningum, eyðum efni fram. Þannig að ég hef bara tekið þann kost, í rauninni að rífa kjaft. Já, við erum bara fúll á móti. Ekki fúll á móti, bara rífa kjaft, sko, ekki það að sé leita bara segja hvernig hlutirnir eru, hvað við erum að gera og í rauninni að verja bankann þó. Það sé ekki verið að kenna okkur hluti. Og það er að eitthvað leiti nýtt. Já, maður orðin komin á 60 aldurs, þannig að maður fari í gegnum ansi marga seðlabankastjóra. Ég er alveg sammála því, þetta er ný nálgun og skemmtilegri. Já, en þá verður líka bara, þá verður maður líka bara að vera algjörlega bara heiðarlega á sjálfu sér að mögulega það að segja sannleikann, það sem ég tel vera sannleikann í opinberri umræðu, er ekki endilega fallið til vinsælda og gæti ekki endilega komið mér vel að öllu leyti. Nei, en þá líka ein spurning sem með nefndin sem ákveði stýrivextina. Já, peningastefnunefnd, já. Er einhver með úrslita atkvæði? Nei, það er ekki, nei, það eru 5 í þessari nefnd. Já. Og það eru 3 frá Seðlabankanum, það er ég er 1 atkvæði. Og síðan eru 2 varaseðlabankastjórar sem koma frá Seðlabankanum og síðan eru 2 ytri nefndarmeðlimir. En það er bara hver hefur 1 atkvæði. Já, þannig að þú gætir alveg lent undir í atkvæðagreiðslu og ekki fengið þínu framgengt. Og það sem ég reyni alltaf á þessum fundum í rauninni og það er mitt hlutverk að leggja fram tillögur sem eru í rauninni málefnum, eða sem ég tel að allir geti fallist á. Og þannig það getur alveg verið þó einhver umræða til þess að reyna að finna lausn sem allir fella sig við. Því að fólk getur haft með þessum skoðunum því sumir getur vilja hækka vexti minna, aðrir meira og þannig að seðlabankastjóri, ég er þessu með aukið atkvæði, hvað það er. Það er að segja ef það er jafnt á munum, þá er ég með aukið atkvæði, þá ræði mitt atkvæði þarna úrslitum. Þá hefur þú svona... Já, ef var ég segjum að það myndi vanta einn, en 5 sko, það myndi vanta einn í nefndina, hann geti ekki mætt, eða þá að hann myndi sitja hjá, sem telur þessi ólíklegt. Og þá er kannski 2 þá er mitt atkvæði, en annars er ég bara 1 atkvæði. Og þannig ákvarðanir nefndarinnar eru ekki endilega, ég á þátt í ákvörðunum, en ég ákveð ekki sjálfur. En ég þarf auðvitað þar til ég kynni það, og jafnvel þó að ég yrði undir, sem ég ekki gerst ennþá, atkvæðagreiðslu. Jafnvel þó ég yrði undir, þá þurfti ég samt að fara að verja ákvörðunina, opinberlega og kynna hana og verja hana. Og þannig, þetta er ekki nefnd, það er líka fjármálastöðugleika og líka fjármálaeftirlitsnefnd, það sem það er rauninni sama lögum og gildir, sem ég er rauninni bara 1 atkvæði og það búið að taka rauninni alla helstu ákvarðanir Seðlabankans stýritæki Seðlabanka sem mann setja þær í nefndir, það sem er í rauninni dreift ákvarðanavald. Þannig að ég er ekki með allt þetta vald hjá mér, sko, persónulega.
og þannig fólk, það er mjög mikilvægt að fólk gerir sér grein fyrir því, þannig að það fer frá umræðu, það eru 5, eins og peningaskiptanefnd, þarna eru 5 þannig hagfræðingar að tala sko. Já. Og ólík sjónarmið. Og þannig að þetta á að tryggja það að í rauninni ólík sjónarmið komið stað og það eru líka ytri fólk sem kemur að utan bæ til þess að ræða þetta sko. Og svo veit maður aldrei sko líka, þetta er náttúrulega eins og segja peningastefna er eitthvað list fyrir með vísindi, það er svo margt sem getur gert, þú veist ekki fyrirfram. Og þó við hreyfum stjórntækin okkar, við vitum ekki nákvæmlega hvað áhrif það er að hafa. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig bankarnir bregðast við. Því að það kannski koma alls konar nýjir hlutir inn sko. En en allt, svo ég bara klári það, allt hefur þetta markmið að tryggja verðgildi peningana. Já, einmitt talandi peningana, að þið prenti peningana og bankarnir lána peningana. Já. Ef ég fer nú með 1.000.000 inn í bankan minn, hvað má hann ráðstafa þessari 1.000.000 oft? Er einhverja svona, hvaðan koma peningar sem bankarnir lána? Sko það er þannig að bankinn náttúrulega tekur 1.000.000 og leggur eitthvað til hliðar og því við setjum ákveðnar lausa fjárkvaðir á bankan. Þannig hann verður að leggja eitthvað til hliðar til þess að eiga sem lausa fjár. Síðan lánar hann út og bara lánar einhverjum sem vantar pening til þess að gera eitthvað eins og kaupa fasteign eða eitthvað líka. Og sko í heildarsamhengi þá getur verið það sem við kallar margföldunarprósess. Það er að segja að því að hann tekur 1.000.000 þína, hann lánar einhverjum sem að kaupa fasteign og hann borgar þá einhverjum öðrum sem eignast pening og leggur þeim aftur inn í bankan sem innlán. Þannig það það sem kallað ákveðin margföldunarprósess í kerfinu. Bankarnir getur til þess að búa til peninga einhverju leyti. Já, þannig þeir eru ekki alltaf að stóla ykkur. Nei, en við setjum strangar reglur það sko. Já. Og bæði varðandi lausfjárkvaðir og líka eiginfjárkvaðir, hvað það geta stækkað og hvað bankarnir geta verið stórir. Og það eitthvað sem við þurfum að hugsa mjög mikið en þess að þessi litlu opnu kerfi, við getum ekki leyft bönkunum að vaksa og mikið. Það er að segja að þeir búi til innlán, útlán og stækki og það kemur kerfum í jafnvægi. Og við þurfum að fylgjast með því, það eitthvað litur hlutverk fjármála stöðugleikanefndar sem önnur nefnd. En af því að hann kom skýrt fram að þú ert nú ekki æviráðinn, þannig að ef þú værir ekki seðlabankastjóri, hvað myndir þú vilja gera? Já, ég náttúrulega var þarna háskóla, þarna prófessor á því að seðlabankastjóri og ég kunni mjög vel við það. Gaman að kenna ungu fólki. Já. Þannig að og líka að hafa frelsi til þess að skrifa. Já. Núna hef maður miklu minni tíma til þess. Ég hef gaman að skrifa, svona mitt áhugamál. Ég horf aldrei á sjónvarpið sko. Og í mínu húsi er ekkert sjónvarp sko. Sonur minn hefur sjónvarp í herberginu sínu en ég hef ekkert sjónvarp. Vel gert. Og þannig að það svona gefur mér ákveðna hvíld sko. En ég kem sjálfur úr þarna sveit sko. Þannig ég hef alveg gaman að þarna fara út á land líka. En ég væri vantilega háskólaprófessor ef ég væri ekki þarna seðlabankastjóri. Og það er mjög mikilvægt sko, ef þú ætlar að geta sinnt þessu starfi, þú verður alltaf að vera alveg æðrulega skátt í. Já. Að það búið að afhenda þér völd en þau eru tímabundin. Það eru tímabundin. Þetta er bara ákveð verkefni sem þú færið og á ákveðnum tímapunkti þá verður að gefa það tilbaka. Við skulum láta þetta vera lokaorðina sinni. Bara takk kærlega Ásgeir fyrir komuna. Þakka þér. Og við sjáumst að viku liðinni. Þessi þáttur var í boði fasteigna.is, mest heimsótti fasteignavegur landsins.